Jón bóndi í Gröf fæddur árið 1934. Það þó ekki að sjá á honum, enda hann eldsprækur og hress. Svo sprækur hann að íslensk erfðagreining gerði á honum rannsóknir vegna þess. Hann áhugamaður fallega styttur, stytturnar kaupir hann á nytjamarkað á Akranesi og á hann orðið mikinn fjölda. Við kíktum í notalega heimsókn til hjónanna í Gröf. Hvernig kemur til að þú ert að safna þessum fallegu styttum? Við förum oft í Búkollu. Það nytjamarkaður og þar koma þar inn sko. Og svo ég hef keypt það þar en svo hef ég gert vandlátari sko. Keypt sem eru þannig, hvað segir maður, hvaða efni aftur í þeim. Ekki keramika, postulín? Postulín, já. Sko, ég hættur að kaupa hérna nema þessi postulín í þeim. Þú ert svo sprækur. Þú ert svo sprækur. Það vona ég. Að það eru gerðar rannsóknir. Já. Þú hefur lifað tímana tvenna, mér ekki óhætt að segja það? Jú. Hvað ertu gamall í dag? Ég 85 ára. 85 ára? Já. Og Kári í íslenskri erfðagreiningu, hann hafði nú eitthvað sérlegan áhuga á því að vita hvernig maður fer að því að vera svona sprækur, eða ekki? Jú. Hvað fórstu í? Einhverjar rannsóknir? Já. Þessar mælingar sem ég voru að sýna það, sko. Beinin og það. Og þannig. Varstu látin hlaupa og hjóla? Já, var látið hjóla. Og hvað var mælt? Bara púlsinn og blóðsykur og allt þetta? Já. Allt á mælingu og það breytti svo mikið, lítið álagið á hjarta, sko. Ég varð ekkert móður, sko, eða svoleiðis. Já. Ég hjólaði held ég 16 og 17 mínútur. Ég hef lögt hjólað fólk hérna 10-11 mínútur. Og vinnur hérna nú, dótturins hérna, Eiríks næsta bæ, sko, erfðagreiningu. Hún var að segja mér það yfirleitt hjólaði fólk þetta bara, 10-11 mínútur. Þú hefur látin hjóla nánast tvöfalt það? Ég spurði það því hvort þetta væri ekki orðið nóg. Jú. Bara gefist upp á að rannsaka þig, fyrst það gátt ekki, fengið púlsinn til þess að varu. Eitthvað út af hverju ertu svona heilsuhraustur? Þau voru bæði heilsuhraust, pabbi og mamma. Sko, hann notaði aldrei, en hún var með blóðþrýsting, ég með það. Ég nota töflu við það til eina mótnana. Og hún var að vera 94 ára og hann 93 ára. Þau degi ekki neinu sjúkdómi. Þau degi bara hjarta gaf sér. Já, þannig að það svona langt lífi í ættinni. Já. Já, áður. Hefurðu lifað heilsusamlegu lífi líka? Það ekki röð? Já, það hún sem ber ábyrgð á því að hversu heilsuhraustur þú ert? Við erum búin að vera saman yfir 60 ár. Já, það ekki margir sem ná því núna í dag. 60 ári. Og hvað þið líka marga afkomendur? Hún með það. Hún með tölun á því? Já. Er það ekki við 50? Skrifa ég þetta allt niður, ég var að gera það til þess að muna það. 56 manns sem eru komnir af ykkur? Já. Hvernig tilfinning er það, að eiga 56 manneskjur? Maður hefur stundum áhyggjur fyrir það. Það gengur vel. Eru börnin manns alltaf börnin manns og barnabörnin og barnabarnabörnin? Stundum stefnir út á vondum veðrum. Út á sjó? Út á sjó. Ég lenti í páskaveðrinu hérna 63. Það voru út á Jökultungum. Voru með þorskanett. Voru búin að draga 4 nætur á trossirinn. Sko, það var alveg blákvittar logn, nema bara, það var mikil undiralda. Og það ríkur hann upp, sko, á norðaustan. Og þannig, og hann hættir náttúrulega að draga, því að það var ekkert gert, því að það fraus allt sem kom inn á bátinn. En við náðum undir Svörtulótt. Við Snæfellsnesi? Já. Og lágum þar alla páskana. Bara í vari? Já. Í þessu veðri fórust 5 skip, það var Súlan hérna í Reykjanesröstinni
og heldur 4 smábátar eða smærri bátar fyrir norðan. Ég held að það vera 18 börn sem urðu föðurlaus. Ég var gæsahúð. Já. Svona er það. Þú ert alveg borinn og barnfæddur Skagamaður. já. Og bjóst á Akranesi, eða ekki? Sögustu 124. Ég var fæddur þar, sko, og upp alinn. Já. Og einn strákurinn okkur, það var Ingeborg, hann fæddist þar líka. Það var hérna, var ekki allt fullt af sjúkrahúsinu röð þá? Og hvað, komstu bara ekkert inn? Svo stóð hann... Tókst þú á móti þá? Nei, svo stóð, ég man það að hún stóð, ofninn hann stóð svona upp og það var notað, það var sjálfrænandi, sko. Svo stóð hún, hérna, ljósnaður með ofninn svo var alltaf að sofna, konungri. Við áttum 5 og 7 árum og svo liðu 7 árum þangað til Halli fæddist. 7 árum seinna, einn? Já, Halli. Stór, hann er yfir 2 metrar. Já, hann fæddist líka næstu í 2 metrar, eða ekki? Hann byrjaði að stækka snemma. Já, þegar við komum með eitt svona, hérna, risa í lokin. 22 markur og 60 og eitthvað sentimetra. 60, hvað sagðirðu, 60 ár sem að þið eru búin að vera saman og... Það gerur síðan 54, 53. 60 ár, já. Já. Og hver kynntust þið? Nú fer að vandast málið maður, það er sko þú getur svarað. Við kynntumst í Reykholtsdalnum. Reykholtsdalnum? Í vinnu þá eða? Já, hún var þannig á, hjá Magnúsi Mörk. Já. Og hann þar í gróðurhúsinu. Já. En hvað varst þú að gera? Hvað varst þú að gera upp í Borgarfirði? Ég var bara fyllir í og skemmtaði mér. Ungt fólk á rosalega möguleika núna, óneitanlega. Bæði íþróttum og menntavegurinn og allt það. Heimurinn minnka, það er ekki? Jú. Það er ekki? Þannig að ég var nú að segja við krakkarna, sko, og ég held ég fram að það þýðir ekkert annað að læra. En þú sagði mig sem var að þú lærðir ekki neitt. En ég hef gengið gegnum lífsins skóla.